Þá erum við hér með eitthvað fyrir sumari. Testmat version 2. Testmat version 4. Ég veit að þessi passar í þristinn. Þessi er gefin upp fyrir þrist og Upsilon. Og svo var það þessi hér sem er frá Tesla sjálfu og þetta er loft og svona, já, pumpun. En við vitum ekki alveg hvort að þetta passar í þristinn. Þannig að við erum náttúrulega bara að fara að setja þetta niður svona. En það sem að margir og mörg review sem ég hef skoðað er ekki að hugsa út í að það vantar oft sko smá brún hér. Þú vilt fá dýnuna alveg hingað út í og þá er bara gat hérna. Þannig að, já, ég veit að báðar þessar hérna eru með svona spjaldi til þess að halda uppi. Allavega þessi, mér man ekki betur en þessi hafi gert það líka. Og svo það sem má ekki gleyma með svona kitti er að ég er með hérna frá Joa sem hafi verið svona smá sponsor hjá mér hérna í að hér eru sem sagt svona dót fyrir gluggana til þess að skyggja og við höfum gert nú annað vídeo um það. Þetta er til þess að setja í bílinn. Það verður geggjað líka. Þannig að við sjá hvernig þetta gengur. Okay. Ef við ekki bara prófa og byrja á að setja testmat svo við höfum þetta bara notað 2, það verður ekstra kósi. Það var bara mikið meiri mýkt og það sem að þú ert nú bara að fara einn í bíli þá hérna já, þá verðum við með svona og þetta er það sem ég var að tala um áðan fyrir þarna headresti. Þetta skiptir bara máli sko. Þetta var svona fyrsta, já, annað gen af þessu hjá Teslamat fyrirtækinu. Maður getur alveg séð að þetta gæti alveg verið betra sko, en ef maður bara svo á þessu þá hefur maður alveg ekkert brjálaða mýkt sko, en aðeins. Það er alltaf bara eftir þannig. En svo skulum við sækja þessa nýju við það. Ég hef ekkert séð þessa verið að nota það fyrir Upsilon. Nei, fyrir þrist, því þegar hún er hönnuð fyrir Upsilon. Við skulum bara skoða hvort það var. Til mín. Það er bréf. Og leiðbeiningabæklingur. Yay! Og í þessum leiðbeiningabækling skiptir mestu máli er þetta hér. Það er ventillinn í dýnunni sem maður þarf að snúa eftir hvort maður er að dæla innlofti eða útlofti. Einstefnuloki. Svo með þessu dýnu þá fengum við þessa fínu 12 V pumpu. Já. Upp á og svo eru vafningar hérna upp á skrúfgangur til þess að skrúfa inn í dýnuna. Og það sem að þristurinn er ekki með neinu tengi hér, þá þarf að tengja þetta frammi til þess að ná að dæla. Það kannski verður smá vesen fyrir okkur, en of mikið vesen, en eitthvað. Ég gæti að þurft að snúa dýnunni í hina áttina. Veit ekki hvort þetta gengur. Hún má ekki snúa eins og annað. Það passar ekki.
Það þurftu að fá framlengingu snúr. En að koma bara með hinn bílinn og setja í samband í hann. Já, það gæti náttúrulega verið ef maður á alltaf bara svona auka bíl, sko. En það er náttúrulega að redda sér á ýmsa hátt, sko. Þetta rúllast víst svona. Og ventillinn hér. Við náum þessu ekki í þessu pluggi. Ok. Og ef þið ekki svona auka bíl til þess að skaffa ykkur, þá mæli ég með að kaupa þá framlengingu ef við ætlum að nota þetta í þristinu, því annars gengur þetta ekki mjög vel. En fyrir okkur sem að getum bara sótt annar bíl til hliðar, þá förum við bara hér í og opnum hérna þetta. Og þetta þarf að ýtast svona og snúast svona og nú hleypist bara loftið þangað og þegar þú hættir að dæla þá fer ekki loftið aftur út. Svona og svo bara ýta þessu aðeins lengra þarna inn. Svona. Ýtum hérna takan. Mér finnst svona bara tilbúin. Þetta við heyrum líka í dælunni og hún farin að erfiða. Þá fer ekkert meira í. Nú bara lokum við hérna fyrir. Gætu lent hérna í smá. Þetta bara gengur alveg. Hún alveg þvílíkt. Sko, þú bara hægt að hafa þetta kósí, sko. Og það er kannski alltaf, þetta er munurinn með þristinn, hann er með þetta bíl hérna, sko, þannig að ef maður er að snúa þá rekst maður eitthvað, en þetta er kannski líka bara fínt ef maður ætla að hafa smá glös eða eitthvað. En já, ég meina, en þetta er allavega mjög mjúkt. Og út af því að dínan er með þessu hérna auka dóti, þá mann svona líður ekki eins og maður sé á loftdínu. Þetta er svona, hún er eiginlega bara mjög þægileg, sko. En svo þegar maður ætlar að fara út, þá þarf maður að gera svona. Það fara svona út. Þannig að ég myndi segja að þetta passi allavega, þó að þetta sé kannski svona svolítið tight fit. En já, hér er þá allavega 2 dínur og það er þá bara ekstra mýkt. Hvort að það þurfi endilega, getum við bara prófað einhverja nóttina. En já, ég myndi segja að þetta sé allavega mikil og fín mýkt. Þegar maður er bara kannski 1 eða bara 2 að fara í bíl og þurfa ekkert að pakka miklu meira niður. En klárlega náttúrulega passa dínan betri í Ypsilon-in. En það er hægt að láta þetta ganga. Ég myndi segja eina sem hafi verið vandamálið þessu snúra og þá framlengingin á henni. Þannig að það var bara að láta vaða.